Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Það kannast nú flestir við þessa tvo, þá Jóhannes Ásbjörnsson og Rúrik Gíslason, sem eru mágar og tiltölulega nýkomnir heim frá Malaví, eins og sumir segja. Fórum til Malaví í Afríku. Af hverju? Í Austur-Afríku, vegna þess að... Er þú farin að segja Malaví? Ég segi alltaf Malaví. Það er töff. Ég hef alltaf sagt bara Malaví. Já, ég er búinn að búa svo lengi. Þú ert ekki bara alveg að hnipp og kúl, segðu til. Nei. Já, við fórum til Malaví í Austur-Afríku, Suður-Afríku. Og ástæðan svo að Rúrik velgjörða sendiherra SOS Barnaþorpanna á Íslandi og starf hans að vekja athygli á samtökunum og hvað þau eru að gera. En Rúrik á þar styrtarson sem heitir Blessings. Hann langaði að heimsækja hann, fór út og bjó til ferðasögu leið til að sýna það góða starf sem unnið í þorpunum. 2018 eftir heimsmeistaramóti í fótbolta þá höfðu samtökin bara samband við mig. Hans Steinar Bjarnason hringdi bara í mig og spurði hvort að ég væri til í að bætast í hóp með Elísu Rít, Heru Björk og Vilborg Örnu. Og hann hélt það nú. Blessings var þá 10 ára en í dag 14. Rúrik segir hann efnilegan fótboltamann og því ekki erfitt að finna eitthvað til að tala En áður við heyrum hvernig upplifunin var þegar þeir Rúrik og Blessings hittust, skulum við heyra aðeins svæðið sjálft. Það er alltaf hægt að undirbúa sig, lesa sig til, en þú ert eiginlega aldrei almennilega undirbúin undir það að lenda á svona svæði. Við höfum öll heyrt talað fátækssvæði í heiminum. Það er búið að ala okkur upp á því frá því við vorum börn. En þegar þú raunverulega kemur á svona svæði, Malaví er sérstaklega Ngabu, sem er fátækasta héraðið í Malaví, sem gerir það eiginlega að fátækasta svæði, eitt af fátækustu svæðum á jörðinni. Þar sem að fólk lifir á undir $1 á dag, 5 manna fjölskylda. Að þá ertu bara rækilega kýldur í magann og upplifunin verður rosalega sterk og þeir langar til þess að gefa þessu fólki allan heiminn og það hafa margir sem hafa farið út lýst þessum áhrifum. Því finnst þú vera varnarlaus, þú finnur samt sem áður fyrir því að það sem er verið að gera gerir gagn, þannig að það er von og þannig að maður er rosalega hrærður og hjartað á manni verður rosalega stórt. Og segir Jói að hann muni aldrei gleyma þessari miklu upplifun. SOS Barnaþorpin í Malaví eru 4 talsins og búa þar 600 börn. Eins og Rúrik er Jói styrtarforeldri en hann styrkir litla stelpu sem hann hefur hitt. Öll börnin eiga það sameiginlegt að koma á sárafátækt og eru foreldrar flestra þeirra fallnir frá. Og þarna fá þau tækifæri til þess að mennta sig, eru bara í öruggu umhverfi og að labba úr fátækrahverfinu inn í barnaþorpið er ótrúlegt. Það er þar vildi maður óska þess að það gæti bara allt verið eins og inn í barnaþorpinu en því miður eru færri sem koma að staðinn vilja. En Íslendingar eiga og standa að 9.000 börnum á heimsvísu sem að meða við okkar frægu höfðatölu er frábær árangur og þeim hefur fjölgað fleiri hundruð síðan að við sýndum þennan þátt og fórum að segja fólki aðeins frá því hvað við upplifðum og reyna að vekja athygli á þessum samtökum. Og þá skulum við heyra upplifun Rúriks af því þegar hann hitti Blessings fyrst. Ég var nú bara dálítið stressaður og feiminn jafnvel, vegna þess að það eins og Jóhannes segir, þá þegar þú ert kominn á staðinn og þú ert búinn að heyra marga segja frá sinni upplifun af svipuðu dæmi, þú veist ekkert alveg við hverju þú átt að búast, en svo ertu kominn á staðinn og þá fara bara einhverjar skrýtnar tilfinningar í gegnum þig og eins og ég segi, ég vissi ekkert alveg og ég sé það á kamerunni þegar ég horfi á þáttinn svona að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast þarna hjá mér. En það sem maður tekur frá þessu er náttúrulega bara þvílíkur skóli og rosalegt sem að þetta hefur áhrif á mann og maður hefur það svona eftir og maður hefur rosalega mikla þörf á að tala þetta við alla eftir á. Og ég finna alveg að svona, já, maður hefur rosalega mikla þörf fyrir að segja frá þessu. Af því að þetta er svo rosalega sterk upplifun, þetta er svo rosalega mikil áhrif á mann að maður svona alveg brennur fyrir að deila þessu með eins mörgum og mögulegt er. Og hvernig brást hann við þér? Já, bara þarna hittast 2, myndi segja bara frekar feimnir strákar sem eru náttúrulega búin að skrifast á bréf í langa tíma en svo kemur að þessu mómenti að hittast og það verður svona, það verður dálítið magical, það verður,
eins og ég segi, það rosalega erfitt að lýsa þessu. Þú ferð þarna inn og þú veist ekki alveg hvernig þú átt að haga þér og svo kemur út og þú veist ekki endilega alveg nákvæmlega hvað þú átt að segja, en upplifunin rosalega sterk, en það rosalega erfitt að lýsa því nákvæmlega hvað fer í gegnum mann á þessum mómenti. Gátu ekki nota fótboltann svona til að brjóta ísinn? Algjörlega, og ég notaði hvert tækifæri til að spila fótbolta við öll börn sem höfðu áhuga á því, þannig að við settum upp einmitt fótboltaleik og gáðum þeim landsliðstreyjur og skiptum í 2 lið og allir krakkarnir í þorpinu sem voru ekki spilaði stóðu svona í kringum völlinn og sungu og trölluðu með þegar við vorum að spila, þannig að Ég hefði stoppað þig að það hefði verið ennþá í atvinnumennsku. Berfættir í sandinum, mjög intens. Meiðslahættan svona 60%. Já, og það var ekki gefið eftir sko. Og Blessings til dæmis, hann markmaður og gríðarlega efnilegur og við gerðum allt sem í okkar valdi var til að koma honum á reynslu í einu knattspyrnuakademíunni í landinu og það kemur einmitt fram í þættinum hvernig það fór. Hvernig það fór allt saman, þú verður bara að horfa á þættina. Styrktarforeldrar mega einu sinni á ári hitta þau börn sem þeir styrkja. Það ekki algengt að fólk fari, en tilfellunum fer þó fjölgandi. En hvernig skyldi þessum börnum vegna í lífinu? Já, sko, það eru fjölmörg dæmi það að fólk krakkar sem hafa alist upp í svona þorpi eru læknar eða lögfræðingar og fjölmörg dæmi það vegna þess að það sem þessi þorp gera og við sem styrktarforeldrar, við erum í rauninni bara að gefa fólki tækifæri. Þessi krakkar, alls bara gáfaðir, snjallir krakkar, þeim bara vantar þessi tækifæri og það sem að barnaþorpin sjá til náttúrulega að þau fái menntun og það í rauninni það sem fyrir mér kannski það stærsta sem við erum að gefa þessum krökkum, við erum að gefa þeim bara tækifæri. Við hittum nokkur stálpuð SOS börn sem komu og hittu okkur í þessari heimsókn sem vildu segja okkur frá því hvernig lífið þeirra hefði þróast eftir að þau voru tekin inn. Stelpan mín sem ég hitti stuttlega, að hún til dæmis, hún fannst bókstaflega á víða vangi, 2 ára gömul. Hún var bara á flakki. Það var engin aðstandandi nálægur. Hún var bara nær dauðan lífa næringarskorti bara einhvers staðar út í móa, skilurðu. Þú veist, þetta er svo átakanlegt bara að velta þessu fyrir sér, sko. Og fjarlægt, sko. Þannig að það er, þú veist, og það er það sem okkur Rúrik var svo mikilvægt, að sko, maður hefur svo oft séð styrktarþætti í sjónvarpinu, maður hefur svo oft orðið var við umræðuna. Maður veit hvernig svo umræða slær mann þegar maður bara heima á verndaða, fallega Íslandi þar sem við höfum allt til alls. Hvað í rauninni þarf aðeins meira til að ýta mann yfir bríkina. Þannig að þú veist, þess vegna finnst okkur svo gaman að tala þetta því að okkur langar svo að koma þessu yfir, skila þessum tilfinningum þannig að við getum náð fólki bara í samstarf. Já, og þeir eru ekki nokkrum vafa að þeir verði í bandi við börnin sem þeir eru að styrkja. Þú náttúrulega myndar tengsl við þessi börn og það er hagur okkar allra að þessi börn fái að blómstra og sem styrktarforeldrar eru við að stuðla að því og auðvitað munum við fylgja því eftir. Og talandi að leggja sitt að mörkum. Við erum á American Style vegna þess að hér erum við að fara að hengja upp ramma með mynd af þessu barnaþorpi, viðkomandi barnaþorpi. Þannig að þá í sjálfu sér hugmyndinu svo að starfsfólkið og viðskiptavinirnir viti það hver staður standi að einu barni og þannig viljum við hvetja bæði okkar viðskiptavini og líka okkar starfsfólk til þess að gerast SOS foreldrar. Þannig að þetta eru 18 börn sem að koma á einu bretti núna. Og hvetur hann önnu fyrirtæki til að gera eins en að gera styrktarforeldri kostar 3.900 á mánuði en að sjálfsögðu má greiða hærri upphæð ef fólk kýs að gera það. Ég vil fyrst og fremst byrja að þakka fyrir viðbröðin sem við erum búin að fá við þessum þætti og styrktarforeldrum á Íslandi hefur fjölgað fleiri hundruð síðan að við fórum í þessa ferð. Við viljum halda áfram að fjölga þessu styrktarforeldrum og við Íslendingar erum góði í þessu. Við erum góði að koma saman að leggjast á eitt og hjálpa þegar það þarf til og við getum með 3.900 krónum á mánuði gert risastóran mun
og við Jóhannes hvetjum allir til að taka þátt í þessu verðuga verkefni. Já, sannarlega verðugt og gott framtak hjá þeim félögum. En Ísland í dag verður þá ekki lengra hjá okkur í kvöld. Þangað til á morgun, verið þið sæl.